Í Fjallabaki erum við með frábæra tónlistarmenn, 2 snillinga, Guðmund Pétursson og Þorsteinn Einarsson. Saman erum við svona að spinna tónlistina í þessari sýningu ásamt Ester Talju sem syngur með okkur og við erum að nálgast svona tónlistina í leikgerðinni en laga hana og snúa upp á hana svona eftir þörfum. Þetta er svona mestmegnis hún, gömul tónlist frá tímabilinu og svo er þarna fallegu sálmur eftir Þorsteinn líka. Ég gæti náttúrulega hlusta á Ester syngja alla daga. Ég myndi beðin að syngja mig í svefni ef ég gæti. Ég veit ekki hvað eru með marga þúsundur klukkutíma í puttunum af gítarleik en það fer örugglega nálgast einhverjar milljón klukkustundir sem að þeir eru með sitt hvoru lagi. Og það er alveg sama hvað maður hendir í það kemur alltaf einhver galdur út úr þessu. Ég held að þetta verði alveg mögnuð sýning, sko. Þetta er falleg blanda af leikverki og tónlist og söng. Já. En söngurinn er svona, hann er einhvern veginn, eins og ég segi, hann er ekki sjálfstætt atriði. Hann einhvern veginn flæðir inn í sýninguna. Hann er hluti af sviðsmyndinni og lýsingunni. Og þess má geta að Hilmir Snær hefur skýrt hljómsveitina Ennis-bandið sem er skírskotun þá í að önnur aðalsöguhetjum leikritsins heitir Ennis. Já, við erum sem sagt í Ennis-bandinu. Já.